Skipulagsstofnun hefur fallist á aðalskipulag Langanesbyggðar sem gerir ráð fyrir risahöfn í Finnafirði og lóðum undir olíu- og gasiðina og býður það nú staðfestingar umhverfisráðherra. Kristján Már Unnarsson. Sveitarstjórnarmenn á Norðausturlandi hafa lengi horft til þeirra tækifæra sem siglingar yfir Norðurheimskautið og olíuleit gætu skapað og komu stórskipahöfn í Gunnólfsvík inn á aðalskipulag fyrir 8 árum. Þáverandi iðnaðarráðherra Össur Skarphéðinsson veitti þessum áformum stuðning sinn þegar hann hóf fyrsta olíuleitarútboð Íslendinga á Vopnafirði og Þórshöfn fyrir 4 árum og sem utanríkisráðherra hefur hann haldið áfram að beita sér í þessu skyni síðast fyrir páska þegar hann beið olíumálaráðherra Noregs samstarf þjónustumiðstöð á Íslandi. Sveitarfélögin Vopnafjörður og Langanesbyggð hafa með útgáfu bæklings auglýst svæði undir olíuhreinsustöð og umskipunarhöfn fyrir norðurslóðasiglingar og boðið upp á alþjóðaflugvöll og þyrlummiðstöð á Þórshöfn. Þegar ráðamenn Langanesbyggðar ætluðu að sníða skipulagið betur að þessum áformum rákust þeir hins vegar á hindranir sem voru mishrifnir landeigendur og gerði skipulagsstofnun sveitarfélagið afturreka ítrekað með skipulagstillögurnar. Nú komin niðurstaða sem felur það í sér að hægt við áformum þyrlumiðstöð og stækkun Þórshafnarflugvallar vegna andstöðu landeigenda og jarðir í byggð verða ekki teknar undir iðnaðarlóðir. Skipulagsstofnun hefur samþykkt aðalskipulagið og frá því miðjan febrúar hefur það beðið staðfestingar umhverfisráðherra.